Ég heiti Valur Þórarinsson, ráðgjafi hjá Væs og mun hér á eftir fara í gegnum þriðja hluta kynningar á hafnakerfi Væs sem að fjallar reikningagerð í kerfinu. Reikningar út úr hafnakerfinu eru annars vegar gerðir á stakar komur skipa og hins vegar tímabilsreikningar á þau skip eða báta sem eru í reikningsviðskiptum eða eru rukkaðir mánaðarlega, ársfjórðungslega, hálfsárslega eða einu sinni á ári. En aðrir reikningar eins og reikningar vegna aflagjalda, þeir fara ekki í gegnum hafnakerfið sem slíkt. Nú, ef við kíkjum þá nánar á kerfið og skoðum hvernig þetta lítur út í raunveruleikanum, þá skulum við skipta hér yfir. Þá erum við komið hér inn í Navision og við erum hérna með hafnarstjóran og við förum hér inn á höfn. Og höfnin sem við höfum verið að vinna með er IS, þannig að hún er valin hérna, þannig að við þurfum ekkert að hugsa um það. Og við skulum byrja á því að skoða hvaða bátar eða skip það eru sem við eigum eftir að rukka. Þá er það í fyrsta lagi kaldbakur og þetta skemmtiferðaskip sem við eigum eftir að gera reikning á. Og síðan eigum við eftir að gera reikninga fyrir maí, fyrir þessa smábáta sem við skráðum inn 1. maí. Og við skulum byrja á þeim. Áður en við gerum það, þá er rétt að athuga, er eitthvað sem við þurfum að rukka aukalega fyrir þessa báta, annað heldur en sem bara föstu gjöldin sem við erum með. Og það er þannig, við ætlum þurfum að rukka hérna rafmagn og við skráum þá, veljum þá hérna, er nú 40 sem er rafmagn fyrir mánuði, gjaldflokkurinn er mánuður og við segjum í lagi og þetta skip, þessi segi bátur, var að nota 101 kWh í maí. Til þess að fletta, við getum flett yfir á næsta. Þá getum við bara valið hér næsta og þá erum við komið hérna með komu númer 8 og það er líka rafmagn á það og þá er þetta nú 40 og þessi var með 87 kWh. Svo erum við með næsta og við skráum þetta allt á dagsetningu í maímánuði. Ef við myndum skrá þetta á dagsetningu í júní, þá myndum þetta bara koma í júní reikningi. Og við höldum áfram hérna og hér var þetta 127 og við förum á næsta og þetta var þá og hérna var þetta 58 og þá er þetta bara í lagi, við erum komið hérna með alla og ef við endurnýjum hérna listan þá sjáum við að hér er komið til bókunar er þá komið þetta rafmagn sem við vorum að skrá. Nú við getum að sjálfsögðu verið með bætt þarna inn eitthvað fleira sem var átt að rukka fyrir maí
en við skulum gera ráð fyrir því að það sé bara þetta núna, en þarna geti verið hvað sem er sem við værið að innheimta. Nú þá er komið að því að búa til reikningana fyrir maí og þá förum við hér í aðgerðir og förum í reikningagerð mánaðar og mánuðurinn sem að við ætlum að þetta er í rauninni kannski ekki reikningagerð mánaðar, þetta er sem sagt reikningagerð. Þetta ef við værum með ársfjórðung þá vorum við að búa til ársfjórðungsreikninga, ef við værum með ár þá vorum við að búa til reikninga fyrir árið. En hérna erum við með mánuðinn og þá skráum við hérna upp á staðsendinguna, það er maí, 1. maí og við erum með þetta svona til dagsetning og bókunardagsetningin er 31. maí. Við getum valið hérna hvort að reikningurinn er tilbúin til bókunar eða þarf að staðfesta og við skulum velja hérna þarf að staðfesta. Og svo segjum við bara í lagi og þá ætti að verða til hérna 4 reikningar og þeir komi hér inn og þá eru þá sjáum við hérna hvað er hérna sem sagt heildar upphæðin sem er á viðkomandi og til bókunar er þá orðið 0 hérna. En ef við förum nú inn í sölreikninga þá eru reikningarnir komnir hérna. Og ef við skoðum hérna þann fyrsta, þá erum við með hérna Kristín Hálfdánar fyrir þetta tímabil og tilbúin til bókunar. Og það þýðir það að þá getur sem sagt sá sem að tekur við þessu, hvort sem að það eru starfsmenn hafnarinnar sem að klára eða starfsmenn á skrifstofu sveitarfélags sem að ljúka og bóka reikningin. En núna er þess bara tilbúin og allt klárt. Þátt fyrir það, þá getum við gætum ennþá bætt við hérna ef að það uppgötast núna á þessu stígi að það gleymdist eitthvað, þá getum við bætt því hérna við. Þannig að við getum sagt ok, þessi hérna, hann átti að fá til viðbótar tengigjald. Þá bætist það þarna við og þannig getum við sem sagt leiðrétt reikningana þó að þeir séu komnir á sem sagt þetta stig. Nú næsti reikningur, hann er á Sædísi, Kitty og Dagrún. Þetta er sem sagt allt bara frágengið, þannig að við ætlum ekki að gera neitt meira við þetta. Þannig að það er bara komið að því og er þá bara komið að því að bóka þetta. En við skulum sleppa því í bili og við skulum skoða það sem við áttum eftir hér. Það voru sem sagt, það var Kaldbakur. Hér gerum við þetta aðeins öðruvísi. Hér veljum við núna, þetta er allt rétt, við vorum búin að fara yfir þetta og þetta er allt eins og þetta á að vera og þá veljum við hérna reikningsfæra. Og þá verður til reikningur á Kaldbak og hann opnast hér og þá sjáum við að hérna kemur í textan sem að kemur inn á viðskiptamannin Kaldbakur EA og fyrir hvaða tíma þetta er, sem sagt 15.5. til 17.5. Og hér kemur síðan bókunardagsetningin, hún er dagurinn í dag, þannig að við getum breytt þessu og sett þetta líka í maí og satt hérna bara 31. Og þá hefur því verið breytt. Hér er sem sagt, þetta er íslensk skip, þannig að hér er vaskur á þetta og hér er síðan líka upplýsingar Kaldbak og hvenær hann var hérna og hvenær hann kom og hvenær hann fór. Þannig að þetta er sem sagt klárt. Þá lokum við þessu og þá er eftir
að skoða þetta skemmtiferðaskip og það er bara svona og við veljum bara hérna að reikningsfæra. Ok, nú er eitthvað hérna sem er ekki í lagi. Forði T012 verður að hafa lágmarki 1 forðaverð. Ok, hafsaga. Þá búrum við okkur hérna niður. Förum hérna á T012 og þá sjáum við að hér er ekkert. Hér er 0 og það má ekki vera, þannig að þá þurfum við að setja á þetta. Við skulum sjá aðeins hvað var 9098. Þetta er semst inn á forðanum en ekki inn á þetta er með 9078. Og þá prófum við að reikningsfæra aftur og þá gengur þetta og þá sjáum við að nú kemur engin vaskur vegna þess að skipið er skilgreind erlend. Og síðan sjáum við þessar upplýsingar hérna þannig eða semst reikningslínunar þannig að þetta er sem sagt eins og þetta á að vera. Nú staða vinnslu getur verið þarf að staðfesta og ef að það er þarf að staðfesta þá er ekkert að bóka reikningin fyrir að búið er að fara yfir hann. Þannig að það er svona til það enda ef að þið viljið tryggja að það verði ekki bókað í ógáti eitthvað sem að þið eruð með í vinnslu. Nú, þá er í rauninni bara eftir að bóka þessa reikninga og þeir eru allir klárir. Núna getum við verið með stillingar sem eru mismunandi. Við gætum verið með stillingar sem að þýðir það að sem að gera það að verkum að þessi reikningar myndu fara sem sagt í sendiskrá til banka og myndu fara út leið og við bókum þá. Við getum líka valið að sem sagt bóka og senda, þá varum við að bóka það og senda við tölvupósti eða við getum valið hérna að fjöldabóka og við skulum bara gera það. Og bókunardagsningurinn, við breytum engu hérna, þetta er bara svona, segjum bara í lagi og þá ættum við að rúlla í gegnum þetta og bóka alla nema 1 og það er þessi hérna sem ekki bókast og af hverju skildi það vera. Þá þurfum við að fara hér inn og prófa að bóka núna, þá fáum við að vita að hverju hann bókast ekki og þá er það hérna, almennu bókunargrunnur er ekki til. Það er viðskiptabókunarflokkurinn erlendur og vörubókunarflokkurinn 0265. Ok, við sem sagt leiðréttum þetta og klárum síðan og bókum síðan reikningin þegar það er komið. En þá erum við búin að fara í gegnum þetta þessa reikningagerð þannig að þetta er ekki flókið. Og þá snúum við okkur að næsta hluta sem að er þá að skoða gögnin sem út úr þessu koma. Þá þakka ég fyrir.